afmæli FM 95 Blö. Það ekki 2 harðir í stúdíónu núna, heldur eru, já, eins og staðan núna 5 harðir í stúdíónu. Hello Iceland! Hér sitja Sverrir Þór Sverrisson, Egill Einarsson, Steindi Junior, Pétur Jóhann Sigfússon og Auðun Blöndal. Og á leiðinni seinna í dag eru kóngar eins og Hjörvar Hafliðarsson, Björn Bragi og Jón Gunnar. Þannig að, já, við verðum hérna frá 4 til 6, stundum verðum við 3 hérna, stundum 2, stundum 5 og þetta verður bara... Stundum 4, stundum 1 og stundum 7. Aldrei 1. Þú veit, gott að sitja þetta með ykkur. Já, við höfum aldrei verið allir hérna saman. Og þetta já, FM 95 Blö 2 ára í dag, þetta er búin að fljóta að líða. En við ætlum að vera með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Og, já... Þar ber hæst! Já, þar ber hæst. Föstudagslagið kemur aftur eftir langa pásu. Alltaf kjafti hvað er spenntur! Sverrir Bergman. Svo hvað léttið svepp og það er föstudag. Hann átti að vera föstudag. Hann er alltaf einn á þriðjutum, allt niður því. Þú er komin föstudag, ég er með hélaðan í hendinni. Börnin eru komin í pössun. Væru svona hress alltaf þú værir á föstudagum? Já, líklega. Ef ég myndi vita að ég væri að fara á fyllir í. Já, ok. Við erum með, já, Sverrir kemur á eftir, þetta er föstudagslægin. Hitaklefinn, þetta er inn í fyrsta sinn í langan tíma. Ó, já. Og, já, vitið ykkur í hitaklefa dagsins? Hver? Það er Gilsarinn. Egill Einarsson. Já, hann dettur í hitaklefan. Það er gaman að heyra það. Hann verður náttúrulega veisla. Það er að glotta hann Pétur, þetta er skemmtilegt. Já, það er ímislegt sem við getum öskar á þeir. Ég ætla að byrja að hrósa. Ég er til að heyra í þessum hitaklefanum. Það er mikilvægt að hrósa. Ég ætla að hrósa, Pétur, ég ætla að hrósa þér fyrir þetta rándýru hárgreiðslusjót með þetta. Takk fyrir það. Og þetta skeggsjót með, einhver væri svo hálfvitið með þetta. Virkilega vel greiddur. Út eins og real man. Þú ert ekkert smá vel greiddur, Pétur. Já, takk fyrir það. Ef ég væri með hár, þá myndi ég greiða mig svona. Vaknaði snemma í morgun að vinna í þessu. Það er ekkert smá töff. Þú mátt ekki gleyma því, þú ert samt alltaf eins og sýnisvapna manni. Við erum það nú flestir. Já, Sveppi talar líka bara eins og hann sé 2 metra þarna í horninu. Já, mér líður þannig. Þér líður þannig. Skálmar. Það er ekki bara hitaklein, svo líka Tong. Hann verður á sínum staði fyrsta sinn í langan tíma. Tong hringir til Svíþjóðar hérna á eftir. Heyrðu, býttu, er Tong í minni? I don't know. Ég veit ekki. Akkur heyrir svo nýttilega þessu mæk? Ég veit ekki. Þannig ertu, já, þú ert að vera alveg ofan í honum. Það er að vera hérna bara. Já, þú ert að vera gössan ofan í honum. Já, komið þess að. Þannig ertu, já. Já. Ok. Bara ég byrst afsöku. Ég er náttúrulega nýbyrjaður í þessu. Já, þetta er fyrst útastátturinn. Já. Og svo erum við, já, það er föstudagslægin, það er hitaklegin, það er Tong Brjálbryggi verður á línunni í fyrsta sinn í marga mánuði. Þannig að það er nóg að vera. Og Steindi Junior, þú ætlar að vera með íslensk slúður, eða ekki? Jú, ég er búinn að vera að fá rosalega mikið af tölvupóstum núna og fólk að nálgast mig bara hvað sem er. Já. Og ég er með brakandi fest slúður, íslensk slúður. Ég fæ reyndar alltaf í magan þegar þú ert með slúður. Já, það er nú algjör óþarri. Þú ert með að vera að skjóta sendibúðan. Ég er nú bara að segja hérna það sem ég fæ sent og er að lesa hérna tölvupósta. Þú ert ekki að búið þetta slúður til. Nei. Það er þetta sent. Já, algjörlega. Alveg, það minnir mig á það, Blondale. Ég er með, allar, spurt og svara þetta. Álega saman hvað þið finnstu það. Spurt og svara líka. Við erum 4 á móti 1 hérna. Og ég er með 200 kílóa menn. Mushroom og Peter Johan og eitthvað Það er leið. líka bara eins og slúðrið. Þetta er bara aðsend. Já, þetta er allt aðsendið ekki, spurt og svara. Ég fæ að segja það. Hvað heldur þú? Já, ok. Ég segi búið þetta rugl til. Nei, aldrei. Það er bara fólk að spyrja svona spurninga í alvörunum. Svo erum við líka með sturlaða staðreyndir á sínum stað, þannig að þetta, eins og ég segi, verður bara veisla frá A til Ö. Þetta er 2 tíma sjálfsháttíð. Þetta er 2 tíma sjálfshátíð, það er bara þannig. Bara okkur í eigin ljóma hérna maður í 2 tíma. Já, og ætlum að reyna að vera með svona, eins og ég segi, alla bestu dagskráraliðina en hafa þá nýja og veska. Þannig að ekki missa mínútu. Með Waiting All Night. Ég er að fara tónleika með Rudimental næsta sumar. Næsta fara? Nei, tjók. Þetta er góð hljómsveit. Hann myndi aldrei fara tónleika. Nei. Rudimental, maður. Já, þeir voru hérna á Keflavík Music Festival. Ok. Og margir sem mættu þanga. Slóðu í gegn. En, herðu, oftast fyrir við slúður núna, en þar sem að það er afmælist þáttur og þá ætlum við að sleppa erlendu slúður og fara beint í sturlaðar staðreyndir. Já, nú erum margir að beigja út af. Svona í byrjun þáttar. Já, sturlaðar staðreyndir nú töluvert skemmtilegra heldur en erlend slúður, þannig að við ætlum að vera með svona aðeins skemmtilega Ég var nálega til í að heyra eitthvað aðeins Ég skal segja þér erlend slúður. Kim Kardashian er með feitt raskat. Ok, þetta var slúðurpakki dagsins. Fyrst þetta tíkat í trúðum, maður. Kim Kardashian er feitt raskat. Það er búið að setja tíkall í trúðin. Já, hann er gjössalega. Ég er að sjóka. Sveppa þegar hann lætur svona. Þá byrjum við hérna, tilbúinir. Já. Því hrifnari sem þú ert af einhverjum, því léttara er fyrir viðkomandi að láta þig hlæja.
Þetta er eitthvað sem þið... Það var alveg Það sló bara þögn í stúdíóinu. Þetta er skrítið að vera með 4 fyrir fram að segja þegar maður er í sturluðum Það er erfitt að selja sturlaða núna. Nei, erfitt að selja þér, hvað mennur þú? Ég segi svona. Ekki vera að hlusta á hvað ég er að segja. Nei, býtu, okkur er erfitt að selja þér? Nei, ég segi svona. Já, þetta make a sense. Þetta er staðurinn, en hún er ekkert eitthvað brjálæðislega sturluð. Þú misti mig eiginlega í 10 af hverju 4. Veitu, þið hrypnar þessu út af einhverjum, því auðvitað að láta hann hlæja. Ef þú ert hrifin af einhverja stelpu veit, þá er dottið inn í þínu lífi, að þá Það er aldrei gagnkvæmt, reyndar. þá er mjög létt, sko, sama hvað hún segir, þá fær hún þig til að hlæja, sem einhver annar myndi segja, myndi ekki fá þig til að hlæja, fattur Er þetta ekki eitthvað svona, þetta er þessi gerfihlátur sem menn er að tala um. Já, svona panikhláttur. Já, svona eitthvað svona maníuhláttur. Ég stók að þegar þú ert að segja brandar þínu heimili, er Íris grenjand og hlátri, Sveppi? Nei, ekki grenjandi, en hún hlær. Er hún ekki bara Sveppin, en hún er að þegja? Ég ætla að við ekki það, ég er ekki það sérstaklega vinsæll heima á mér, sko. Ég myndi segja að þetta var eitthvað dögt. Ég hrifnar á staðu því minna hlærðu. Ég þarf líka að reyna svo mikið á mig, maður. Ég er búin að girða mig alveg upp á bringu og láta illa og breyta röddunum. Það er svo erfið, þetta er svona töff krát, kona mann, sko. Já. Sér hittur ykkur félagi í ræktinu og sér eina setningu og grenja og hlátri. Já, Ég ætla að stenda. Hér er næsta. Þú getur sleikt olbón á fólki án þess að finna það, það bara má ekki sjá þig. Prófa að sleikja olbón á aglinn og Egill, horf þú að Sveppa? Á ég að sleikja á agli olbón? Já. Gerðu það bara til því. Finnur þetta? Já, ég reyndi að fann þetta, sko. Fannst þið þetta? Það var líka þegar hann sauga á honum handling. Ég er með svo breiða tungu, sko. Ég náði því svona yfir á framhandling. En sleiktur akkurat olbón? Já, ég ætla ekki að vera að gera þetta aftur. Það sér ekki. Það er sleiktir ykkur máli. Sleiktir akkurat olbón á Hvað ætla ég fengið með þetta? Ég er með svo breiða tunga því að við erum allir með eiturslöngutungu. Gerðu svona eins, Egill. Ég held hann að sleikta með trísöpinn. Já, Ég mjög viðkvæmur það. sleiktu olbón. Ekki setja, Þetta finn ég lítið, sko. ekki taka utanum henni. Sleiktir einn stað hana, sko. Já, það ekki. Hann fann ekkert. Ok. En hvernig virkar þetta? Ég meina, En meina, hvað af hverju eftir að segja okkur þetta? já. Bara, Af hverju ætti maður að sleika olbúan einhverjum á þess að hann vissi það? þú ert bara skotin í einhverju með eitthvað. Eða þú ert krýp. Er strætó að sleika ykkur olbúa með? Þetta er bara skemmtilegu partíleikur. Það er kannski að því að viðkomandi var í úlpu og fann það ekki. Já, það getur verið það. En svo er ég með þetta, fleiri. Já. Tippastækkan eru fríar á Kúbu. I know. Einhver er búinn að fara. Fríar? Já, það er sturglu staðrind. Sveppi, hefur við ekki að... Herru, ég meina augljósa stærend fyrir þetta. Augljósana, við erum í sturglu núna. Nei, einu augljós. Jó, mér líst þér á það. Eða ekki? Kottu með einu augljósa. Mixum þessu. Já, blöndum þessu. Já, ok, hvað er með augljósa? Fólk vil blanda. Það er bannað að brjóta lög. Rétt. Já, þetta var Þetta er augljós augljós staðrind. Þetta var augljós staðrend. Já. Nei, og líka, veistu það stendi? Þetta er bara rétt. Þetta er bara rétt. Já. Býtu, hvað er þetta bakkið upp? Nei, þetta er bara rétt. Ég meina, þetta er auðlustæðarind. Hún er rétt, málið döð. Við erum ekki tilbaka, við erum bara, Það er bara bannað að brjóta lög. Francesco Totti, fótboltamaður í Róma, misti sveindóminn þegar hann var 12 ára með 17 ára stúlku. Þetta sagði hann í viðtalum daginn. Gullfiskar eru ekki úr alvöru gulli. Hættu þessu steindi. Við erum ekki sturgluðum hérna. Hvað ætlar að fara að selja gullfisk? Ég kaupi gull. Steinþór. Þú ert eiginlega sturglaðar. Það er allir að tala um Þú núna ætlar að gifta augljósu. ekki hring og gullfisk með. Heyrðu, djöfull væri fyndið að ringa í gæjan sem að vill allt gull, kaupi gull, sel gull, ringi hann og selja honum, byggja hann að taka gullfisk. Þetta getur nú bara vonda aðið. Næsta fyrsta. Næsta fyrstu, þetta er síðan aðri. Nei, við verðum á föstum. Nú, ok, snill. Svo er þetta. Karlkins svín anda framan í kvenkins svín til að kveiki í þeim. Það er búin að... Þetta þekki maður nú bara sjálfur. Já, sem svíni sem þú ert. Nei, svona, þú veist það. Að hvað, anda framan í því? Ég er smá bara svona, skal ég að spá hana. Sæti kvöld. Nei. Ertu í hvaða nærmum sást ég? Ertu í sem þetta nýja? Hvað er það, nýbúin að hlaupa upp stiga? Hvað er það að gerast? Ég er alltaf móður eftir, ég er bara eitt snikka, sko. Það er ekkert allir í formi hérna, sko. Já. Maður má alveg vera móður heima á sér. Já. Þú kæmir 1.000.000 jörðum inn í sólina. Miljón. Jörðin, hún er það lítil að þú kæmir 1.000.000 jörðum inn í sólina. Wow, þetta er bara ómikið fyrir Sem mig. sýnir okkur hvað sólin Þetta er of mikið fyrir hlustendur líka. Já, hún er mögnuð. Þetta er alltaf mjög. Ég þarf að fá bara eina, ertu ekki með einhverja svona bara... Já. Já. Eina augljósa. Nei, svo er það hérna, það eru til, já þessi hérna tók ég, hún hefur komið áður en hún er bara svo skemmtileg. Já. Það eru til kynlífsverslanir sem selja kynlífsvörur fyrir hunda. Já. Já. Hvaða vörur eru það? Ég hef bara, það er saman og ég fór að hugsa þegar ég las þetta. Strákar, pandabitnir Já. er ekki með bílpró.
Þetta er Ég hef aldrei séð pandabjörn Ég ætla að hætta þessu. Ég hef aldrei Þetta er satt Nei, ég meina ángríns. Já, ég meina þeir eru ekki heldur með flugpróf. Ég Nei, og reyndar ekki með meira próf. Það bara get ekki kert neitt. Það er bara pandabittir. En er það algjörlega augljós staðrind? Já, finnst þið það ekki? Af því að þetta gæti líka verið sturlu staðrind að pandabjörnin mega taka bílpróf. Nei, aldrei. Nú, ok. Hefur þú séð pandabjörn? Nei. Nei, mitt. Þetta eru fordómar. Heldur að Þetta eru fordómar. Ég held þessi alveg- Séð pandabjörn. Já, jú, bara í Hlýtur að dýragarði sé þá. myndir af þeim. Jú, ég veit hvernig pandabjörn lítur út, fjandinn hafa það. Þetta lítur hún út. Ha, svartur og hvítur og svona bánsalegur eitthvað sætur. Ég er frá auga leið að þeir eru ekki keyrandi Já, það bara segir sér sjálf. Ég held að það væri bara fínur á veginum maður. Fínir á veginu, segir Steindi. Já, en hvernig, hérna svona í lokinstrákar, hvernig... Er þetta búið? Já, hvernig kynlífsvörur haldið það sé verið að selja fyrir hunda? Það er náttúrulega, þú veist, einhver sexy ól þá, eða hvað erum við að tala um? Ég meina það er náttúrulega verið að selja uppblástan kindur fyrir mannfólkið. Já, það er líka, sko, það er verið að skella þessum hundum á háa hæla og í hérna þvengi og svona, ég get svara. Jú, ég rakst á þetta einhvers staðar á netinu eða eitthvað. Rakstu á þetta á netinu? Ég hefði ekki átt að segja þetta. mertum? Það var einhver að posti svo bara á Facebook eða eitthvað. Já, einmitt, þessi var helviti góður. Hvað heldur ég sé að koma heim til mín bara klukkan 5 á nóttinni á okkur fyllir og googla einhverja hunda og háa hæluna? Já, Hvað kjafta er þetta? Í þong. Sem í þong líka. Ég tek ekki þátt í þessu. Já, en þetta voru sturlaða staðarindir og 3 augljósar förum í auglýsingar og svo er það íslenskt Hei, slúður. veistu hvað? Hvað? Auglýsingar borga þáttinn. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna Hryllingshúsið helgina 1. til 3. nóvember. Ert þú með stáltaugar og tilbúin í andvöku nætur? 16 ára aldurstakmark og þú ferð inn á eigin ábyrgð. Bókaðu tíma í síma 854 65 55. Það kostar aðeins 1000 krónur inn. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Í kvöld er miðnættur sprengja í Kringlunni. Þá er tilvalið að nýta sér ótrúlega afslætti fyrir jólin. Fáðu dekur og góð ráð varðandi förðun og greiðslu, njóttu góðra tónlistar, veitinga og skemmtunar. Skelltuðu með vinunum í myndatöku í Kringlusettinu. Það verður svo gaman. Kringlan, opið til miðnættis í kvöld. Samsung og Apple svitna með tilkomu LG G2 samkvæmt digitaltrends.com. G2 er komin í verslanir. Túborg og Smirnoff kynna opnunarpartí Park í kvöld. Goðsagnirnar Fríman og Arnar snúa aftur með hugarástand ásamt hinu margrómaða Bensol. Ekki missa ekta íslenskri klubbastemningu í Risa Function One hljóðkerfi. Park, nýtt heimili íslenskra dansmenningar. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kringlunni. Lagersala í Leifból og Birnu. Ármúla 21. Opið núna. Krakkastöðin fylgir áskrift að stöð 3. Talsett barnaefni frá morgni til kvölds. Krakka bíó alla daga klukkan 19. Og sögustund í lok dags. Stöð 3, krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Segðu þér áskrift á stöð3.is og þú fær fyrsta mánuðin frítt með. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Náðu í appið og upplifðu Iceland Airwaves með símanum.
þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það komið að dagskrálið núna sem hefur verið í góðri pásu hér í FM 95 Blö. Þetta dagskrálið sem sló í gegn snemma í þættinum og var svona með fyrstu dagskráliðunum og heitir Hitaklefinn. Hell yeah. Og hann var alltaf á þriðjudögum hjá okkur Sveppa. Jeppa. Hvað orðið langt sem við tökum Hitaklefa, maður? Það orðið mjög langt. Já, en það nýr Hitaklefi í dag. Ó já, kallið minn. Og þetta, við höfum einu sinni gert áður live Hitaklefa og það var þegar við tókum Sverri Bergmann í Hitaklefan. Já, þegar maður fann að taka Sverri Bergmann í Hitaklefan þá var ekkert margir eftir. Já, það var eitthvað ræðislegt, við letum hann heyra það á Selfossi. Alveg rétt. En, já, sko, oftast ringjum við í liðið sem að dettur í Hitaklefan, en fórnalamb dagsins statt hér í stúdíónu og stendur hérna beint á mót okkur. Við erum núna bara 3 hérna í stúdíónu. Já, það sonur hans Einars. Sonur hans Einars og heitir Egill, oft kallaður Gils og hann í Hitaklefa dagsins. Svepp, ert þú tilbúinn? Þá ekki eftir neina bíða, þá segi ég Egill, komdu sæll og ertu velkomin í Hitaklefa dagsins. Já, sælir. Hvað að þér, Egill? Veit það ekki. Nei, svona ángrís, hvað að þér? Svaraðu því! Það bara... Af hverju hata þig allir? Þú hatar mig ekki það? Af hverju? Ætlar að kæra alla sem þólaði ekki, Egill? Nei, ég ætla bara að kæra sem farið yfir strikið. Ef einhver svína fyrir því umfyrir, ætlar að kæra hann? Nei. Ef einhver segir þú sett leiðilegur á netinu, ætlar að kæra hann? Nei. Hefur einhver tíma að prófa að stera? Nei, ég ekki lagið með það. Hefur einhver tíma að prófa að stera? Svaraðu manninum, Egill! Þetta gott kreatín og gott glúten. Hefur einhver tíma verið án þess að vera á sterum? Til dæmis núna. Hefur þið farið í þrísom, Egill? Ég ekki lagið með því, Svaraðu! Eru eitthvað rugglaðir? Æ, ok, ég les það bara á df.is, þetta ekkert mál. Egill, hefur einhver tíman elskað? Að sjálfsögðu. Hvað elskaru? Annan mannina og sjálfa þig! Það ekki lagið með þig. Af hverju hatar konur? Ég hata ekki konur. Veist? Eru konur ílátt fyrir þér, Egill? Nei. Ertu sjúkur í neikvæða athygli? Nei. Veist? Er tónlist eins og hlustar á djöfla síra? Nei, bara góð tónlist. Veist? Nei. Þú varst einu sinni 60 kíló með teina í fjölbraut. Hvað gerðist? Borðaður í bíl? Nei, bara reif mig í gang. Já, þessi var helviti góður. Hefur einhvern tímann stólið bjórkút á pizzastað sem þú vinnur á, Egill? Þetta hvað rugglaðir? Hefur stólið bjórkút á pizzastað? Nei. Svaraðu rétt! Nei. Þú hefur gert það! Nei. Hefur drepið gælu þín! Nei. Veist? Ert að pína hunda þér til gamals? Nei. Svaraðu! Ég var að glemma hvað þetta helviti, maður. Wow. Shit, þetta segir mér til búið. Já, þetta er búið. Það var ekkert sem við fengum ekkert upp úr agli. Nei, maður er kósveittur. Það var greiðileg streita sem fylgdi því að fara í Hitaklefan. Það verður ekki um það. Fannst þér óþægilegt að vera í honum? Já, ég stressaði þetta upp, ég svitnaði. Þetta var Hitaklefi dagsins. Egill, takk fyrir komuna. Þetta lagaði nú hljóma áður í þessum þætti. Why I Love You með Jay-Z og Kanye West þeirra að hlusta hér á tveggjur afmælisþátt FM 95 Blö. Styttist í Brjánbreka. Sverri Bergmann kemur hérna með föstudagslægið eftir smá stund og... Strákar, eru þið ekki ferskir? Já. Herbítu, hvað ekki Egill bara farinn eftir Hitaklefa? Hann fór hann að pissa það? Já, bara... Það fauk eitthvað í hann. Lítið lýsir og fór bara fram aðeins. Það fauk í hann. Kemur hann. Hann kemur hérna skokkandinn. Kemur Gilseneggerinn, maður. Heyri, strákar, ég er búinn að vera að fá núna alveg gífulegt magna af tölvupóstum. Nú, er komið að íslensku slúður eða? Já, ég var einmitt að spá í, er ekki bara komið tími til að læða því inn? Ég vil taka sérstaklega fram að ég ber enga ábyrgð á slúðurinn að Steindar Nei, og akkurat, og ekki ég heldur. Og enginn á okkur, af því að við erum... Þetta er bara slúður. Já, þetta er alveg svo erlenda slúðrið. Ber þú ekki ábyrgð á því sem þú átt að segja þetta? Nei, þetta eru tölvupósta sem ég fæ, sko, þetta eru bara mennir að kvísli saman. Já, ok. Hann er að forvarta þessu. Ég er bara að forvarta þessu. Hvað ertu með í dag? Herru, ég er með hérna alveg brakandi fest íslensk slúður. Þetta er mjög skemmtileg blanda. Á ég ekki bara að byrja á fyrsta móla? Káttu með hann? Herru, það eru, já, Emilia Torrini. Já, okkar glæsilega kona er nú stödd á landinu og... Það er rétt, maður, ég hef búin að heyra eitthvað þessu. Já, hún er nefnilega stödd á landinu og hún var í gær að performa á hérna, Eros. Alveg rétt og hún er á keksi. Já, og það hérna, já, það er nú kannski ekki frásögufærandi. Nema það að í miðju lagi, hún er að taka þarna Jungle Drum, akkurat. Hvað varstu þarna Sveppa? Nei, ég hef búin að heyra þessu. Ég var búin að sína Sveppa þetta og þá hrynur hún niður á sviðinu fróðufellandi. Nú? Já, bara búmm á sviðinu og fróðufellandi og það bara... Skurð? Já, nei, ég veit,
Ég veit það nú ekki en það stökk allir til og það kemur hérna dyravörður og hún reynir svona að býta í hann. Hannes? Jú, og Hannes? Já, og svo búið að koma núna fram að hún fór upp á sjúkrahús og svona og þá var hún bitin af hvolpi. Þessi daginn. Og hvað var hún bara með reipís? Já, hún þurfti bara að fá sprautu. Hún þurfti að fá stífkrampasprautu. Hún fekk svona stífkrampakast eitthvað. Jú, þetta er ríkalegt, sko. Nei. Þannig að þú ert að segja okkur hérna í slúður að Emiliano Antorini hafi verið að performa á Erfis í gær og verið að reyna að býta dyravörð. Nei, já, sko, hún alltaf dettur niður á sviðinu, sko. Þetta er náttúrulega ekkert grín. Þetta er ríkalegt. Getur spurt Hannes að þessu, hann var að vinna. Já. Ok. En þetta er bara, þetta fæ ég sendstrákar. Þetta er bara slúður í Íslands. Ég er nú bara sendibúðin. Svo komin hérna annar mjög skemmtilegu móli, en nei, ég get nú ekki sagt kannski skemmtilegur, þetta er nú kunningi okkar allra, en þetta er söngfuglinn Jón Jónsson. Já. En eins og alþjóð veit, þá var Jón Jónsson og frúa að eignast strák núna fyrir stuttu. Burðurinn. Já. Glæsilegur drengur. Alveg glæsilegur, en það var að koma í ljós núna að þau fengu vitlaust barn upp á sjúkrahúsi. Nú? Þau voru sendt heim með vitlaust barn. Og þetta er náttúrulega bara grafalvarlegt mál. Og þetta er líka ekki í fyrsta skipti sem það gerist. Nei, þetta hefur gerst áður á Íslandi. Ég var ekki á fyrsta skipti á þeim, sko. Og þau fara beint, sko, og þau eru búin að heyra í fólkinu sem er með son þeirra, sko. Og hann var skírður á fæðingadeildinni. Og hann heitir Tristan Blær Ólafsson. Og núna er djöfusins vesen, sko. Núna er helvitis vesen að nú er verið að, nú er Jón Jónsson í, sko, málaferli við sjúkrahúsið og mannanarnefndina, sko. En þau hljóta að svissaði ekki barnið, eða? Jú, hann er komið með sinn son. Sem heitir samt ennþá Tristan. Heitir Tristan Blær. Já, en hann heitir Tristan Blær. En verður þá ekki bara Tristan Blær Jónsson? Jú, en svolítið leiðilegt að hafa ekki tekið þátt í, sko, skírninni og því, sko. Og ekki vera viðstattur og svona. Þannig er ekki annar Jón Jónsson? Nei, jú, með mikið að myndum af þessu barni sem hann var með og svona. Þetta er náttúrulega getur gerst, en þetta er mest lesna fréttin á DFF. Ég hvet fólk til að kíkja inn á vefinn og lesa þetta. Mannleg mistök. Þetta er leiðindamál. Svo náttúrulega Sindra óléttur. Sindra? Veitu, ég vissi ekki að þessu, er það málið? Veitu, hvað það það bara um dagina? Já. Hann var óléttur, hvað mennur? Hann er búinn að vera út í Indlandi. Hvað segir? Að gera hvað? Að láta setja barn í maðan á sér. Sem kall, hvað, hættu þessu? Hefur ekki séð ekki með þetta kjafta? Nú er þessi, nei, ég er að tjóka. Nú er það bara slökk á mækninu og svo eitthvað. En herðu, svo er það síðasti mólinn, það er alltaf 3 mólar og mér fannst þessi sko, ég var svolítið sjokkeraður því ég las þennan. Mér fannst þessi vera helvíti, já, svona, ég bara neita að trúa hana meila, en þetta er að Ragnar, söngverðin í Monsters of Men. Já. Þið vitið hvað það er. Þessi granni. Já. Já, svona vaksin eins og við félagarnir. Frábær söngvari? Já, frábær söngvari og sem sagt ég var að lesa um það núna, ég var að fá tölvupóstum þetta að hann er ekki allir sem hann er síður. Hann var mikill bulli þegar hann var yngri og svona krakkarnir í hverfinu og allir í hverfinu frekar hræddir við hann, sko. Og hann átti hund sem var alltaf að djöflast svona á kottum og Nei, þetta er það sem ég var að fá sent, svona grafan hund. Já, svona algengt, það var algengt að eiga þannig hund, sko. Hann graðir í kotta. Og hann var það mikill bulli að hann valdi alltaf, sko, hann sá alltaf einhvern í göttunni sem var í stuttbuxum. Og þá sigaði hann hundinum á hann og þá fór hundurinn að djöflast á löppina á einhverjum bara sem var berleggja, sko. Nei, og svo hótaði hann að lemja manneskjuna ef hundurinn fengi ekki að klára. Já, það er rosalega. Þetta er trúlega slúður. Hvers þetta send? Þetta var ég að fá send. Ég var oft búinn að heyra það að þessi gæi var svartur blettur í Garðabænum. Jæja, það er komið nóga slúðri hér í FM 957. Við ætlum að fara í auglýsingar. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns og þið eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Í lífinu í dag. Eva Dögg Sigurgeirsdóttir rekur tískuvefinn tíska.is en vonar hennar fyrstu tískubók fyrir jólin. Hrekkjavakan fer fram helgina og munu förnafræðingar NN Makeup School sína ókveikjandi hugmyndir.
Ásta S. Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Dr. Bra í London, segir frá íslenskum vísindum á bakvið snyrtivörunar. Nærfatalína fótboltakappans Cristiano Ronaldo er komin til Íslands. Þetta og meira til í lífinu sem fylgir Fréttablaðinu í dag. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slysavarnarfélagi Landsbjörg. LGG2 fékk fullt hússtiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvænt útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustað eða bara tækla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 240 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Túborg og Smirnoff kynna opnunarpartí Pask í kvöld. Goðsagnirnar Frímann og Arnar snúa aftur með hugarástand ásamt hinu margrómaða Bensol. Ekki missa ekta íslenskri klubbastemningu í Risa Function One hljóðkerfi. Pask, nýtt heimili íslenskrar talsmenningar. Ertu að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verð í sterkara sambandi. Síminn. Magnaður toppslagur á laugardag. Nú er komið að stóru stundinni. 2 af heitustu liðum tímabilsins mætast. Arsenal, Liverpool. Laugardag klukkan 17:20. Sport 2. Enski boltinn. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. 2 harðir í FM 95 blöð. Going home. Ég ætla að vera með fyrirspöld. Hvað segir þau? Með eina fyrirspöldina. Hvað er með hana? Það er flöskudagur. Já. Allir hryggalugum, gýr og sveppi minn, hélaðan og allt klárt. Já. Myndi drepa þið að hafa tónlist sem svæfir ekki fólk, ná gríns. Then a good pie, you know it. Þetta er ekki lagi með því. Hold on, we're going home. Akkur ekki til dæmis eitthvað með Hattavei, til dæmis. Hattavei? Sko, ég viðurkenni það, ég var sammálaður. Alveg þannig að þú sagðir Hattavei. Ég var sammálaður með tónlistinu. Ég var með áðan Seawool með Dave Guetta og svo hafa vel gert það. Why I Love You með Jay-Z. Ég er að spila svona bestu lögin sem hafa verið í þættinum. Eitt John Wayne lag, er stuðlag í dag? Vonandi ekki. Vonandi ekki. Stuðlag? Er ekki stuðlag? Hvað, er ekki föstudagur? Það er stuðlag. Ég fekk backup frá Peter Johain hana. Það er bara fullt af fólki að núti sem býður eftir stuðlag í Gilsannars. Ég veit allt um það, Peter Johain. Ég vil það ekki það. Já, hann verður sko Egill meina að stuðlaði sér virtasti dagskrárliður FM 95 blöð. Ég get ekki verið sammálaði. Það sem fólk segir mig. Hvað er það? Það er það sem maður heyrir. Minna, nú hefur þú oft heyrt stuðlögin Sveppi. Finnst þér þetta flott lög? Nei. Mér finnst það öll ógeðsleg. Hvað er ekki lagi með þig? Og mér finnst þetta DJ Muscleboy viðbjöður. Og öll þessi lög ógeðsleg. Já, þá serðu, þarna fegstu það bara beint í alliti. En það er ekki, skilur þetta er sama... Álið þjóðarinnar. Alls ekki, en hérna, ekki þennan... Mjög særandi. Alls ekki þennan svip á mig. Mjög særandi. Nú sitt ég hérna við hliðina þér og ég ætla bara að segja það, mér finnst þetta ömurleg lög. Þú veist þetta í olbúa fjarlæð. Já, en ég ber virðingu fyrir, skilur þessu sem þú ert að gera fyrir þá sem að nennar hlusta á þetta. Konceptinu. Já. Okay. En fyrir mig, þá finnst mér þetta kjaftaði. Já, þú ert alltaf með mjög slagan tónlism, ég er ekki að vera toppmaður. Það er komið, herru, við ætlum að ringja núna hérna við ætlum að ringja í Brjánbreka. Já, herru, wow. Hættum að ræða stuðlega, jú, þú mátt fá stuðlega hér í lok þáttar. Yes. En það er komið tíma að ringja mann sem við hefum ekki heyrt í lengi. Ég hef aldrei talað við hann í útvarpinu. Nei, hann nú oft sagt mér að þú sért mesti meistari sem til er. Já, ég trúi því líka bara vel. Ég þyrfti nú að heyra í honum, sko. Ég hef hitt hann 2-3. Já, ok. Þá ætlum ég bara að ringja hérna í Brjánsan. Brjánmun! Aðtöðu hvort það Brján svari. Talk dirty to me. Jésús, hann er talk dirty to me sem hringingum maður. Þetta er flott lag. Talk dirty to me. Það er bara hlæg mynd dag. Gleðilegan flöskudag. Nei. Gleðilegan flöskudag, sagði ég. Gleðilegan flöskudag, sæll og blessaður, Brjánbreki. Hvað meistar er þetta? Herðu, þetta er vinuðin Hauti Blöð. Blessaður?
þú mikli meistari. Hvað segir þið gott, maður? Ég segi bara allt gott, ég og Broddi félagi minn er minn á rúndinum. Ok. Hann er að keyra, kallinn er próflaus. Nú, okkur er þið próflaus? Þú kannast kannski við hann. Hvern? Brodda? Hann sagði, hann öskraði í eigum, blessaði Brundhaus. Já, skemmtilegt. Þá það sagði Sveppi, nú, það er ekki annað. Nei, býtur sko, Brjálbreki, nú skal það passa, veistu hver er þetta með mér í stúdíónu? Veistu hver er þetta með mér í stúdíónu? Stúdíónu, hver er með þér? Sveppi Krull! Sæll, Brjálbreki! Blessa meistarana. Hvað segirðu? Herðu, þetta money sem að ég ætla að vera búinn að láta þið fá. Já. Sem sagt, frændi minn sem er að koma frá Dalvík. Já. Hann er að koma, hann skulda mér money. Já. Og ég læti þið hafa það money. Ég held að það er löngu búinn að græja þetta. Já, ég var að bíða eftir 9-10 skallin. Ég sagði, mér fannst bara einhvern veginn besta hugmyndina að borga það bara í 10 skallum. Já, hljóma mjög vel. Þannig að þú ert ekki að pæla neitt í þessu, Sveppi. Ég læti hafa þetta money. Það er ekki máli gannum. Hann að Brjálbreki skulda Sveppa pening? Já, hann hringdi mig, sendi mig tölu på En það er frekar leiðilega frétti sem ég var að heyra. Nú? Ert þú að hætta með þáttinn, Öddi? Já, við erum að hætta að vera á hverjum degi, við verðum einu sinni í viku. Og það er rétt að sem ég er að heyra, ertu að fara að taka við nýrri sjónvarpsstöð? Nei. Þú veitir hommastöðin. Þú verður með hommaþætti alla daga. Hvað þetta er lélegt. Og alltaf nýjasta sem hefur gerist í heimi homma á Íslandi. Það er eitthvað rétt að þú setur að vera að byrja með svoleiðis þátt. Ég veit ekki eins og náttúrulega svo upp og eiginlega að hlæða þessu. Nýjasta hommatískan og allir pakki. Já, æmitt Brjáln, það er mjög líklegt. Er ekki sústu örglega nummer 69 á Árglun? Kæjó. Pröfa mismunandi. Ég var að heimsækja mömmu núna daginn. Já. Ég hef alltaf verið rosalegur aðdándir hafrétta, mér finnst það mjög nettir. Já, það eru góðir. Ég ekki það. Þeir eru með nettir. En ég veit aldrei fyrir vonbröðum. Annar þeir eru hommi. Nú? Komast fyrir vonbröðum? Hann er vinnandi sem flugfreyja. Já, Benni. Ég sagði bara, mér fannst þú vera meistari. En hann er hommi. Nei, þó hann sé að vinna sem flugfreyja þá er hann ekki hommi og ekki það er ekkert að því þó hann sé hommi. Og ef hann væri hommi. Ok, ég held alltaf að vera að vinna, ok. Herðu? Já. Eddi? Já. Manchester United? Það gengur ekki alveg nú vel okkur núna, eða? Nei. Við erum með 2 United menn hérna, sko. Steffi! Já? Manchester United? Já. Við erum með Gils og þetta, við erum púlarar. Ég er púlari. Ég líka. Ég hef búin að segja hvað klikkar hjá nýja manninu hjá Manchester United. Já? Hann gleymdi að kaupa dómarana. Messi, þetta er stórkostlegt efni hjá Brjálbreki. Hann gleymdi að kaupa dómarana. Já, einmitt. Þetta er svolítið, Sveppi, þú vissi að þegar ég var eins og með stelpur á Afríku. Já. Þá bjóð ég til eitt sem heitir Once You Black, Not Go Back. Já. Já, bjóðst þú það til? Ég bjóð Once You Black, Once You Go Black, Not Go Back. Ertu ekki með einhverju skvísu? Já, ég var með henni sem ég var með en hún fór að hitta einhvern annan gaur, einhvern sem átti meira money. Nú? Það er alltaf svona þessar skvísum. Það var leiðilegt að heyra Brjáln. Er ekki Gilsarn hann það? Jó, Gilsarn er líka hérna. Gilsari! Læsaður gamli. Gilsari! Já. Hvað segirðu? Við erum að fara að detta í það í kvöldi, að fá okkur í vörina og detta í það. Henda, eins og ég kalla þetta, henda einni lummu í tandina okkur. Það er ekkert annað. Það væri mjög gaman að fá því í kvöld. Ég líst mjög vel á það. Mér leist ekki alveg á það. Þú ert síknaður ég kærði þig fyrir að vera ómikið meistari. Ég vil hafa það bara bak við lás og slá eins og ég segi. En rosalega var skrýstum daginn, kannski að Sveppi heyri þetta. Hvað? Af því að við vorum eins og að tala hvort þú fílaði betur venjulega túttur eða sko stóra jullur. Já. Manstu hvað þú sagðir? Ég? Hvort fílaði betur?
Finnst bara bæði betra. Alveg rétt. Já, Já. En Gilsari! Já. Ertu með að slóður þess niður þig? Þú átt það? Ertu búin að vera duglegur að skemmta upp á síkast í Brján? Ég var að skemmta, ég gerði smá skandal í liðinni. Nú? Ég doggaði gæluna sem var að halda þetta góð. Jésús. Ég ekki borgað. Djöðri ánægði með þeim. Það sé allir bara, það sé allir að þeim finnist best í þingunum að sér Amerikastæl. Það finnst best í þingunum að fá með doggistæl. Já. Þetta jæja. Heyrðu, Brjánsi? Já. Það eins og með mig, sko. Það bara, kynlíf bara svo brauð, sko. Ég vil bara hafa það gróft. Já, þessi þannig að því. Þú mátt nota þennan, gamli. Já, ég nota reyndar ekki brandar af öðrum. Meistarar. Já. Íti ykkur. Já, við erum að helsa þér, svo gaman að heyra þér. Nei, takk fyrir allt, meistari. Já, takk fyrir. Þetta er búið Það er búið sannur heiður að heyri þér í 2 ár, Brján. Kannski ég segi Gilsarunum að vera ekki með all lóðurinn niður sig. Já, við passa það. Hann á það. Hann á það, skuldlaust. Takk. Við heyrumst, vinur. Sjáumst í kvöld. Bye. Já, þetta var Breki í síðasta sinn og... Alltaf létt yfir honum. Já, það er alltaf létt yfir Brjánsson. Ég er nú bara að hitta nokkru sinnum. Markaðsdagar 1. og 2. nóvember. Geggjuð tilboð í gangi á Nike, Kraft og Brooks. TRI, Suðurlandsbraut 32. Með Airwaves appinu getur þú búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Vert í sterkara sambandi með símanum. Geimstöðin kynnir nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu og pröfaðu leikina við bestu mögulegu aðstæður í sérstöku leikjaherbyggju okkar. Geimstöðin Smáralind og Geimstöðin Kringlunni. Fögnum vetri en klæðum af okkur kuldan. Skór, úlpur, húfur og vettlingar á frábæru verði. Intersport. Alvöru sport. Magnaður toppslagur á laugardag. Nú er komið að stóru stundinni. 2 af heitustu liðum tímabilsins mætast. Arsenal, Liverpool. Laugardag klukkan 17:20. Sport 2. Enski boltinn. Opnunarhelgin á Park. Flotti DJ-ar, prísir á 800 krónur og alvöru klúbbastemming. Park Hverfisgötu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Verst í sterkara sambandi og fáðu meira út úr Iceland Airwaves með appinu. Síminn. FM. Hlustendur, Sun Don't Shine, en það er nú annað hérna í stúdíónu. Ég er hérna stættur með honum með Birni Braga, Höðni Blöndal, Agli Gils, Seppa Krull og Sverrir Bergmann. Sverrir Bergmann mættur í stúdíónu. Mættur í stúdíónu, velkomin, hvað segirðu? Góður, hvað góður? Ekki? Það er komið að fyrsta föstudagslægin í langan tíma. Já. Og já, þú tókst nú á sínum tíma, hvað tókstu mörg föstudagsslög hérna? Við tókum, þetta verið tæp 60. 60 lög. Ég var komið algjörst ógeð. Já. Nei, þetta var alltaf gaman. Já, þetta var eitthvað stemning. Ömuleg vinna að væta inn í stúdíum og liðinu og syngja eitt lag og bara heim. Það er ekki mjög stressandi og streita sig fylgdu þessu og bara vesen. Kom að hitta 2 harða. Sko, Egill, þú er ekki náð að klóra þig gegnum 1 lag í lífinu. Reynda að gera 60. Þú veit ekki að grafa skurði í 12 tíma og söngst eitt lag og fórstu heim. Tölvuleik. Egill náttúrulega kom þér aftur á koppin hefði ekki þegar DJ Muscleboy setti ánþinn í nýjan búning. Já, einmitt. Aldrei vita annan vin sem hefði þurft að nota mig smikið til að koma sér á framfæri. Síðan ætlaði ég að bóka hann á gig á morgun í Sjallanum Ag. Já, sama gig og bókaði mig á. Það var að spyrja mig daginn hvort ég var orðin DJ. Ég bara, Löður hún DJ. Gamla Book 'em and they will come. Það er það sem þú gerir. Book 'em and they will come. Ætla bara að syngja fyrir okkur gudsitt lag í dag. Ég var rosa ánæður maður þegar ég var að æfa þetta lag. Þvílíkt spenntur að spila þetta fyrir ykkur. Sæði blöð frá þessu og hann bara ætlaði að drulla yfir mig. Nei, ég drulla ekki yfir. Það sem ég elska, Sverrir,
Og ástæðan fyrir að ég vildi fá því í föstudagslægin á sínu tíma að þú ert með hæfileika sem ekki margir aðrir á Íslandi eru með. Þú getur farið virkilega hátt upp sem karlkynssöngvari. Og við hérna strákarnir, allir sem erum hérna í stúdíónu, það er no homo, en við elskum þegar þú ert að það alveg upp í hæstu hæðum. Þið viljið bara hafa mig að háa sjöna Hafa þau öskrandi og ég vissi að Sveppi myndi vilja og Egill myndi vilja. Veitu hvað að koma til ljósinu? Það ekki að öskra? Það er valda eitthvað rólegt lag. Allt niður þessu. Með mjög rólegt og fallegt lag. Hvað er að gera? Allt niður þessu. En þú reyndar að sleikja mér skalla. Steindi feskur. Hann sleikti skallan á Video Game Boy. Hann var að sleikja þér olbúan á hann. Ég myndi þess að drepa að taka bara týndu kynslóðum með Bjartmæri. Mamma bygglar alltaf munnin. En hvað, sko málið er að ég setti hérna smá auka þraut sem hún ferði í þegar þú búið með þetta lag. En ég fæ ekkert að sleppa öskur. Nei, þú tekur smá þú verður að öskra maður. Ekki það við meðum ekki að spila á dönsku í kvöld. Jó, þar líklega enda ég rallus. Já, enda rallus þar. 2 ára afmæli fyrir 9 blöð enda líklega þar líka. Þið ætla að taka lagið með mér, wow. En hvað er væmnalagið? Áður að förum í álfurlagið. Sko, nú ætla ég að taka lag sem ég gerði nú nokkuð vinsælt hérna á þessu stöðu fyrir 10 ára síðan. Já. 10 ára síðan. Sko, ég er búin að vera beður um þetta lag. Þetta lag heitir Kumela. Það er þetta flott lag. Mér er alltaf finnst það flott lag. Þegar maður Dayslipper tók á síðan tíma og ég og Dóri ætlum núna, hann er klár á fliglirum. Við ætlum að fara hérna inn í, það er hérna bara við hliðin á. Stúdíó við hliðin á. Við ætlum bara að stökka að hanga inn og við sendum það. Hverju tók þetta lag aftur, sagði? Dayslipper. Og ég er að tjalla. Ég er að tjalla í þér. Þannig að hoppaðu þú bara yfir og þá tekur, en sko, núna hann er farin hérna, þeir eru að fara yfir í stúdíó hérna hinum einn. Gerðu þið besta Sweathard. Við, sko, hérna þegar hann kemur aftur og eftir, þá ætla ég að vera tilbúin með lagið Alone með Heart. Veit ekki hvað lag það er? Harúlega. Við erum ekki að láta hann öskra það þegar hann er búinn. Hvað er hann? Herru, hérna komið grænt ljós frá þeim, þannig að ég sendi bara yfir og hitt stúdíóið. Þeir eru ekki hérna inni okkur núna því að það er flýill í gangi. Þannig að strákar, það er bara take it away! So crucial, an eternal life praise all that it holds. One drop of elixir at last, peace of mind, wash all sins away. Sit here, I picture if once Jesus walked on water like this. Video Game Boy! Gótti Video Game Boy, við erum með alveg challenge fyrir þig! Kumela! Ok, nú ertu bara að hita rattböndur upp með þessu væmnalagi og einhver sopnuðu. Get your ass over there, Sweathard. Fílar ekki svona róleg væmilu? Mér finnst þetta mjög flott sverið. Það er vel gert hjá þér, þú ert hell of a singer. Það er ekki hendur. Þú ert að hell of a singer. En nú er komið að því og reynir að sá þig. Video Game Boy. Já, það sem að við erum búin að plotta hérna, ég, Björn Bragi, Egill og Sveppi, með náðu stökst yfir. Við erum búin að finna lag sem að er í hæstu hæðum. Það er Alone með Heart. Jáfnframt í hæsta gæðaflokki. Já. Það er alltaf það er eitt af því hæstu hæðum, þeir eru alltaf með hæstu hæðum ykkur konum. Já, þetta er kona sem syngur þetta. En söngfugl, syngdu bara. Ok, þetta er ekki bara. Svesi. Söngfugl. Þú ert með headphone og mikrofóna því þú getur öskra. Já, komdu hérna yfir. Ok, komdu hinga. Við skulum gefa það séns. Þú ert bara að taka viðlagi einu sinni, þannig að þá er þetta bara mínúta eitthvað. Þið ekki verið hérna bara? Nei, þú ert að koma hérna og sjá textan. Karuki græðan er hérna. Þeir eru kunni textan. Ég ætla að koma mig vel fyrir. Já, ég ætla að koma mig vel fyrir líka. Það er komið að öðru förstagslægi hér á Svessa. Mínútur allt og lítið. Hann er bara að syngja dönsku í kvöld, þannig. Þannig að spara röddina. Spara röddina aðeins. Já, það er einhver jólabjórinn, lestin fyrir frá Lebowski niður á dönsku í kvöld. Þannig að það verður mikil stemning, allt tróði. Tilbúinn? Já. Shit, ég var stressaður. Gerðu þið besta Video Game Boy? Æ, Sveppi fann að taka video. Peter L. Munderson mættir í setti. Nú er Hvað var online nafnið til Warcraft?
færðu klapp maður. Þú ert alltaf að syngja svona, hver alltaf að ná því, krakki? Ángriðis? Veistu það? Náðu því! Ef ég væri með þessa rödd, þá myndi ég bara flakka um Evrópa og keppi karaoke. Já, þetta grínast. Já, keppi karaoke? Nei, ég væri nú bara... Ói, ég var að líta... Ég fatt að þér ég búin að segja, vá, því lík veistla bara, ferðast um Evrópa og keppi karaoke. Nei, ég væri löngu búin að fara í breskan X-Factor, það er bara þannig. Því að... Þetta var gæsáð. Já, þetta var stórkostlegt, Sverrir. Andrúmsloftið hérna inn er alveg, sko... Það er rafmagna. Ég náði að bleita 4 kallmenn. Það er bara þannig, það styttist í... Ég er með svona, sko, það kom svona lítið vatn út úr rassinum á mig. Já, það styttist í nýjan tóng og fleira. En fáum hér smá Justin sem að hefur nú ansóttur í spilari þessum þætti. Sjökinnir í samstarfi við geimstöðina Call of Duty Ghosts. Á mánudaginn klukkan 22 hefst salan á Call of Duty Ghosts í geimstöðinni Smáralind og geimstöðinni Kringlunni. Call of Duty leikirnir eru vinsalustu hernaðarleikirnir á hverju ári og ekki skemmið fyrir netspilinu möguleikin. Athugið að leikurinn er ekki við hæfi yngri en 16 ára. Ef þú forplantar leikinn í geimstöðinni færðu einnig fría þáttöku í Lasertag geimstöðamótinu í skemmtigarðinum Smáralind sem hefst klukkan 19. Glæsileg viðhafnaútgáfa leiknum í boði fyrir sigurvegara mótsins. Skráðu strax í næstu verslun geimstöðarinnar. FM 957, geimstöðin Kringlunni og geimstöðin Smáralind. Opnunarhelgin á Park. Flotti DJ-ar, Freezer á 800 krónur og alvöru klúbbastemming. Park Hverfisgötu. Markaðsdagar 1. og 2. nóvember. Geggjuð tilboð í gangi á Nike, Kraft og Brooks. TRI, Suðurlandsbraut 32. Með Airwaves appinu getur þú búið til þína eigin dagskrá, fengið tilkynningu áður en tónleikarnir byrja og meira segja séð hvað röðin er löng. Vertu í sterkara sambandi með símanum. The darkness is approaching. Marvel og Coca-Cola kynna. The Avengers var bara byrjunin. Thor, The Dark World. You know this plan of yours is going to get us killed. Komin í bíó. Túborg jólabjörinn lendir á English Pub föstudaginn 1. nóvember kl. 20:59. Lúðrasveit og karlakór mætir á svæðið og lifandi tónlist fram eftir nótu. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Kópalmálningin er seld í Bíkó, íslensk framleiðsla á góðu verði. Komdu og nýttu þér þjónustu og reynslu sölumann okkar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Það eru 1395 útköll frá björgunarsveitunum á ári. Taktu vel á móti neyðarkalli björgunarsveitana. Slysavarnafélagi Landsbjörg. 1x2 og 13 leikir. Þið viti hvernig þetta virkar. Það eru 240 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Krakkastöðin fylgir áskrift að Stöð 3. Talsett barnaefni frá morgni til kvölds. Krakka bíó alla daga klukkan 19. Og sögustund í lok dags. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Segðu þér áskrift á Stöð 3.is og þú fær fyrsta mánuðin frítt með. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ert að fara á Iceland Airwaves? Náðu í appið og verði í sterkara sambandi. Síminn. Þeir að hlusta hér á afmælisþátt FM 95 Blö 2 ára í dag, strákarnir, og já, hingað í stúdíóið eru komnir Hjörvar Hafliðason og Björn Bragi, ásamt því að við sitjum hérna ég og Egill Einarsson, 2 harðir, og Sveppi Krull hérna á kantinum. Menn svona koma og fara hérna hjá okkur og ég ætla bara að byrja á því að bjóða ykkur Bjössi og Hjörvar, velkomnir. Já, takk fyrir það. Takk. Gaman að fá ykkur hingað. Gaman að koma hérna. Hvernig hafið það þennan föstudaginn? Já, léttur, ljúfur og kátur. Já, medium rare. Nú, það er bara eins og Valtý Björn sé mættur. Ég er rare. Já, þú ert rare. Þegar mér veist rare vera betri steik í dag en medium rare. Já, þannig að ef þú ert besta steikin en Valtarinn bjóð til hennar frasa út af að medium rare væri best steikin, þannig að við slum ekki vera að rugna. Nei, en ég sagði við Valtarinn daginn, sagði Valtari, ég með smá hugmynd, sagði við hann, rare. Og það horfði hann á mig svona. Já. En ég meina, hann tók ekki illið. Medium rare er samt vinsalasta steikin, eða ekki? Já, það er bara, þú veist, þegar Valtarinn bjóð til hennar frasa, þá var þetta medium rare, þannig að ef það var að breyta þessi hvað rare, þá... Valtarinn er líka vinsalasta steikin, sko. Hann er ekkert endilega besta steikin, hann er vinsalasta steikin. Já, hann er bara það vinsalasta. En hvernig er Hjöppi helginu þér? Er það KN2? Hvað er það aftur? Og kaldur og kynlíf hérna þegar 3 harðir og þetta einu sinni á föstudegi í góðum gýr. Já, nei, það verður
Það verður rólegt þessa helgina. Það er slökun. Í kókaðin og ketika. Já, einmitt. K2, en það... Jésús. En við vorum bara að fara núna í spurt og svara. Já, ok. Það ekki? Já, með það og það verður leift það í dag. Já, það er af því að það er afmæli. Já. Þá leifum við það. Ég er búin að fá svona 1.000.000 spurningar inn, ef ég er ekki íkja, svona 1.000.000. Já, einmitt. Það er alveg hrannast inn. Já, það er hrannast inn. Ef þið ekkert að fá svona spurningar til ykkur... Jú, ég fæ þetta reglulega, en ég hef bara ekki viljað vera að blasta því. Nei, en þú, Björn Bragi, ég svara bara svona, þú veist, í private, sko. Þeim sem var senda mér. En þið gerir þetta ekki eins og Egill, þar sem hann svarar þessu bara hérna fyrir alþjóð, af því að dælast inn spurningar á hann, sko. Sveppi, þú veist spurningum dag, hann sagði með það. Já, ég fæ spurningar, sko, náttúrulega, krakkar ekkert mikið með tölvur. Nei. Þannig að þá ekkert mikið verið að spyrja mig. Hvað er þetta ungi krakkar sem voru að tala um? Þetta er bara 0 til 7. Þannig þú ert bara að spurður í smárlindinni, þú ert vesla, þá ert spurður. Já, en ég hef fengið tölvupóst Gils bara, spurningar sem að Gils getur bara að svara, sko. En þú Sveppi líka vilt hvetja fólk til þess að koma bara upp að þér svona þegar þú ert út í búð og spurja þar líka, ekki vera að senda þér endilega. Bara fyrir að koma til þín. Það er svona persónlegra? Já, bara í smáralind og svona að vinda sér bara upp að þér. En hvað ertu með Egill í dag? Klárum þetta, þessa vitleysuna. Þú var að spyrja mig hvort ég fengi stundur svona spurningar. Ég fekk einmitt svona spurningu nú bara mikið tilvíðun að við séum í þessu núna. Það var strákur sem senda mig sem kýsa að kalla sig Fannar. Sæll Hjörvar eða King Hjöppi eins og ég og félagi mínu kallaði þig. Hvernig er það? Nú er félagiðinn, Gilsarinn, alltaf klæddur eins og neðangerning. En þú, alltaf eins og $1.000.000. Hvað er að frétta? Neðangerning? Þetta er bara mjög góð spurning. Það var að heyra orð sem ég ekki svona heyrst. Fannar. Takk Fannar fyrir þessa spurningu. Nei, ég er til í að eyða kannski nokkru 10 skotum í viðbót fyrir kannski hönnun. Og skammast mér kannski lítið fyrir það. Ég ætla ekki að Hjöppi er að fashion icon, þannig að hvað get ég Þú ert til að eyða aðeins meiri pening og kaupa það svona... Ég reyna að kaupa mér að hönnun. Já, kaupa þér hönnun. Egill í jogginggalanum, hvað ert þú með spurt og svara? Ég var að vinna og ég er engaþjálfari þegar ég er í jogginggalan. Hvað er byrjað engaþjálfa fólki í jakkafötum? Það væri grjótfokkin hart, það breyði ekki í því. Bara í jakkafötunni í sal, hörðu, þetta er 10 ábyrður, núna. Til að hita nerv eða? Bara í jakkafötunni. Við komum eitthvað. Hörðu, allavega ef þú ekki bara henda mér í fyrstu. Jú. Hann Hjálmar á fyrstu. Já. Sem er mikill meistari. Það er gæinn sem var að spyrja mig. Hann Hjálmar? Já. Okay. Ég sá hann að senda þér þetta. Ok, glæsilegt. Hann segir hérna sæll gedrasl. Þú veit ekki mest sexy gedrasl sem ég þekki. Ég verði að viðurkenna það. Gedrasl? Hann kallaði mig það, kannski, veist, ég veit það ekki. Okay. Spurði Hjálmar. Já. En eitt ég þarf að koma frá mér hérna. Ég er búinn að vinna sem DJ núna í Reykjavík í 11 ár. Ég þarf að berjast fyrir öllum giggum. Ég til dæmis þurfti að væla í Ásgeiri Kolbens í 15 mánuði áður en hann gaf mér 1 kvöld á Austur. Þetta er einhver erfiðasti bransi sem þú getur unnið í. Síðan kemur þú inn og nokkru vikum orðin virtasti DJ landsins. Jésús, almátt. Og það er bara hlær bara. Og síðan segir hann virtasti. Og hann segir hvað í anskotanum, ég afskriði tónarskapin hjá Hjálmari, gerður eiginlega? Það er góð spurning Hjálmari. Þetta er enda alltaf tilhjörð, þú ert orðið mjög virtur í DJ-sennunni hérna á Íslandi. Það er það sem fólk talar um. Já. Þetta, hann var eitthvað að röflumynda við mig. Ég sagði bara, sendu bara Gils í það. Félagi minn er með Home, skemmtistæðin. Hann var að reyna að fá Gilsarinn á Airwaves. Efri hennar þá eða? Off-venue. Off-venue og annar? Ég þarf að gleyma því. Já, ok. En sko... Flott hvað voru orðið virtur DJ. Já, þetta er ekkert smá virtur DJ. Sko Hjálmar, ég veit ekki hvað að segja þér, sko. Bara samblandað því bara að vera vel undirbúinn, fíla góða tónlist og já, elska fólkið sem mætir. Mikilvægt. Fólk kemur á böllinn og svo morgun er að sjallinn og ag. Þú veist, ég elska alla hann inni. Það er svona regla sér með. Já, ok. Næsta spurning. Þannig kannski við virðingin. Já, virðingin. Þannig að Hjálmar er með svarið þar og spurning 2. Elskar ekki stundum aðeins svo mikið bara. Ég lægi með þig, Mushroom. Ekki lægi með Mushroom. En spurning nummer 2. Sæll Gilsi. Sæll Gilsi. Já. Þú ert uppáhalds Gilsi minn í öllum heiminum. Er þetta ekki einu eða? Ég veit það ekki, hann segir þetta allavega. Ok. Þessi er Sigurður. Meistarinn sem kemur með þessa. Ok. Og hann segir, það sem ég elska mest við þig er þú ert a man who fears no change. No change at all. Segir þú svo að það komi change í lífið þig? Venjulegum maður myndi fear the change. En þú, you fear no change. Hvað ætlar að segja change oft maður?
Sendu mail á Sigurð. Ok. Segjum sér svo, Gilsi, að þú er að fara að missa hárið sem myndi þá þýða að change væri að koma í lífið þitt. Þú myndir ekki fear the change. Það er ekkert að segja saman blöðsauðurinn þegar hann fór að missa hárið. Blöðsauðurinn. Hann var mígandi og skítandi í sig allan daginn út á áhyggjum. Sem var til þess að hann misti hárið hraðar. Sem þetta er góða punktur að Sigurði hana. Ég var að viðurkenna það. Þú stressaðist upp eða ekki þegar byrjaði á sínum tíma þess að Konan sem var að nutta habanero piparnum í hárrótuna með þegar ég var upp á mitt síðasta, hún sagði að því meira sem ég hugsaði á því að hraðar færi það, þannig að það er svolítið til í því. Sigurði hérna reglulega höfuð. Og Sigurði segir, og ég verða að viðurkenna það er fara að þinnast á mér hárið aðeins. Og þá er ég með 2 valmöguleika. Gera svo blöðskíturinn eða taka geðhöfðingin á þetta, don't fear the change. Hvað finnst þér ég að gera, geðmaður? Hvað Sigurður? Þetta er eina af þessum spurningum sem þetta er. Já, og hvað finnst þér að gera? Sko, don't fear the change, segi hérna bara. Veist, út af því að... Gott svar. Út af því... Já. Mjög gott svar. Öndræðið þægilegur þetta. Gott svar. Nei, maður út af því, Sigurður minn, og ferða pæli í svo hár endalegt. Bara burt með þetta hár, tana aðeins, og sköllóttur og hvítur, það er alltaf aðsnarlegt. Tana, sérðu Bubba, Arnar Gunnlaus og Blöð, alltaf kaffi brúnir. Ekki vera sköllóttur og hvítur. Nei, og ekki, ég er með líka smá. Ekki vera að reyna að fela þetta með einhverjum sixpensurum, sko. Það er ömulegt, ég sammála því. Það bara kæfir öndunina. Ég hef ekki notað sixpensar í 3 ár. Ég var ekkert eitthvað að skjóta á því. Vist átt að skjóta með, því alltaf þegar ég var með sixpensar með þér og það er að byrja að taka hann af. Þetta, wow. Þannig að bara don't fear the change. Já, það er svona rálegging myndi þín, Sigurður. Ok. Þannig að ég ákvað bara að taka 2 spurningur þetta. Já, og Hjöppi var reyndar að meina góða líka. Já, ég var reyndar með aðra. Selfjörvar, eða herra 100%, eins og ég og félagar mínu kvöldum þig. Herra 100%? Hvernig er það? Þekkir þú Sveppa? Er hann nettur? Já, ég þekki Sveppa. Og hann nettur, nei, hann er svona frekar svona... Ég myndi ekki segja að Sveppi var nettur, en fínn eldri maður. Monster. En við ætlum að nýta það að það sé eitt snillingur hér í stúdíónu sem að var að detta hérna inn og hann sér heitt og kalt alltaf í FM 95 blöð. Það hefur ekki verið lengi. Við skulum heyra hvað er að fara að detta inn. Ert þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað sé kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, ég meina, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þér? Er einhver sem getur sagt með hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjötti hérna frá Hashtag Fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 daga hvað sé heitt og hvað er kalt, hvað er in og what's out. Endilega hlusti. Heitt. Kalt. Og það er svo skemmtilega til að Hjötti frá Hashtag Fashion er mættur hérna í stúdíóð. Hjötti, vertu velkominn. Hæ. Hæ, hvernig ertu? Bara, þú veist, bara fín. Það ekki? Jú. Bara hress? Já. Og flott föt sem átti, eins og alltaf. Takk. Kannt að klæða þig. En ég verð að spyrja þig bara, hvað er heitt í dag og hvað er kalt, Hjötti? Já, kannski það fyrsta sem er kannski sjóðandi heitt ákvæmt núna er gott búst með feskum ávöxtum. Hörðu, það er góður, já, ok, er það sem þetta heitt? Þið erum með lemonboy hérna. Gott búst með og góður ávextir. Já, bara, þú veist, og einhvern veginn bara fá sér, bara verið í náttúrunni. En er búst gott heitt? Þessi vandu var mjög góður. Ok. Það er yfirleitt kaldir. Forget about it. Ok, það sem er kalt ákveð núna er tilbúinu próteindrykkir. Kalt? Hvað já, meina sem að... Þið vitið þetta í drast í fernunum. Það sem er heitt ákveð núna er cozy teppi. Heitt? Já. Cozy teppi. Ákveð er það heitt? Svona í haustkuldarum að hlýja sér í cozy teppi. Það er heitt ákveð núna. Ok. Kalt. Það er lið sem hangir í ræktinni. Það er ekki lagi með þig? Kalt. Það er ok, þannig að ég... Próteindrykkir eru úti, hangir í ræktinni er úti. Basically það sem að Hjötti frá Hashtag Fashion er að segja okkur hérna í þessum þættir að þú ert kaldur, Egil. Hann er basically að henda því. Ok, ég held að fara með... Já, fyrirgefn. Það sem er heitt okkur núna er flott sítt hár á flottum surfergæjum. 90's style. Heitt. Þannig að það er glöð að heyra það. Og ekki með þykkt sítt hár, sko. Ég er ekki surfergæj. Kannski ef það er eitthvað sem er skítkallt okkur núna, þá er það svona sköllótti gaurur sem halda eins í ennþá með hár. Kallt. Ok. Þetta er svona helst að heitt og kallt. Já, þetta er það sem er heitt. Fyrir utan þess að klassísku hluti eins og bara
vera úti. Já. Ekki vera að hanga heima og horfa sjónvarp eitthvað. Bara vera úti og njóta þess. Heitt að vera úti? Það heitt. Núna í nóvember. Þú er að skilja konceptið. Heitt því ekki að vera heitt. Nei. Það að sé cool. Já, ok. Þú verður stundum að vita hvað inn og what's out. Já. Og einhvað spennandi framöndan þér? Airwaves náttúrulega, ekki? Já, það rosalega flotti Airwaves núna. Svo hönnunamass framöndan hjá mér. Það sem við ætlum að hittast og hanna eitthvað skemmtilegt saman. Ég til dæmis núna að hanna dúfnakofa sem búinn til úr endurnýjum plasthúsum. Já, ok. Það er mjög spennandi. Bara að viðurkenna það. Þannig að það verður hjá þér í hönnunamass. Já, bara vonandi, ég held að verði geðveikt. Þetta verður geðveikt. Takk aðeinslega fyrir komin á Hjörni. Við ætlum að fara hérna í auglýsingar og svo er það splunkunýr Tong. Tong hringdi til Svíþjóðar fyrir í dag. Markaðsdagar 1. og 2. nóvember. Geggjuð tilboð í gangi á Nike, Kraft og Brooks. TRI. Suðurlandsbraut 32. Opnunarhelgin á Park. Flotti DJ-ar, Freezer á 800 krónur og alvöru klúbbastemming. Park Hverfisgötu. LGG2 fékk fullt hús stiga hjá mobilsíðin.dk. G2 er komin í verslanir. Mannlegt eðli kallar á að við hugsum, hvað ef? Hvað ef ég gæti farið aftur í tíma og ekki hellt bjór yfir tölvuna mína? Hvað ef ég hefði tekið afrit af öllum gögnunum mínum? Hvað ef? Hvað ef? Við getum ekki losað þau við evan, en við rekum ansi öfluga gagnabjörgunarþjónustu hjá Makkland, Laugavegi 17. Skífan hefur opnað nýja og stórglæsilega verslun í Smáralind. Komdu í heimsókn. Skífan Smáralind og Skífan Kringlunni. Búðu þig undir veturinn. Leyfðu okkur að aðstoða þig. Allt fyrir vetrarverkin á einum stað. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Mannshvörf á Íslandi sló í gegn síðasta vetur. Nú snýr Helga Arnardóttir sér að óupplýstum lögreglumálum. Óupplýst lögreglumál efst í nóvember á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 51249 eða nú stöð2.is. Stöð 2, margfald skemmtilegri. Túborg og Smirnoff kynna. Opnunarpartí Park í kvöld. Goðsagnirnar Frímann og Arnar snúa aftur með hugarástand ásamt hinu margrómaða Bensol. Ekki missa ekta íslenskri klubbastemningu í Risa Function One hljóðkerfi. Park. Nýtt heimili íslenskra talsmenningar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Tveir harðir í FM 95 Blö. Þetta er eins og heitast það í dag, Lord hér með lagið Tennis Court, bara með Royals daginn og segir mér það að þetta lag er ekki bara betra. Annars er það að hlusta hér á afmælisþátt FM 95 Blö, búin er að vera hérna síðan 4 í dag allir strákarnir og já, það er komið að næsta atriði. Pétur Jóhann Sigfússon er farin heim í sparifötin en við tókum upp nýjan Tong með honum í dag áður en hann kvaddi. Syngdi á hótel í Svíþjóð og ætlaði að bóka fyrir sig og fjölskyldunum sína. Þannig að ég held að sé ekki eftir neinu að bíða nema að fá bara hérna splunkun í hann Tong og þetta er held ég fyrsti Tongin bara síðan hann lék í auglýsingu fyrir Stöð 2. Tókum góða pása á hann. Tekkum á þessu. Eftermiddag, välkommen till Nobis Hotel. Det med William. Yeah, you speak English? I do, sir. Okay, thank you. I need to book a room. Okay, for what date, sir? Well, it's a weekend. Actually, weekend. One weekend. Okay. It's a weekend in February. Okay. February next year. Okay, what's the date, sir? 14 February. Mm-hmm. It's a Friday. Yep. And 15 February is a Saturday. Yes, sir. And we go back. We come in hotel 14. Okay, and check out on the 16th. On the 16th, yes, on Sunday. What kind of? We are having birthday party. Okay. Party. We are a family, big family. My mother and father, his sister, brother. Okay. And all of the children. We are 24 people. Okay. And we need to have some. You have a restaurant. We have a restaurant, sir. Absolutely.
Okay, so we can eat, can you put table together? Unfortunately, I will not be able to make a reservation for 24 people for the restaurant in February next year, sir. We need to put 2 or 3 tables together. Absolutely. So we can all eat together, 24 people. Yes. In my birthday party. Yes, of course, sir. On Saturday in 15 February. Yes, sir. So we need to put maybe 3. How many people can sit on one table? Well, on one table it's 2 and 2. So we'll. Okay, so it's okay. So we put maybe 6 2 parts. Okay, maybe 8, maybe 10 table. Yes, sir. But together we move it. It's okay. Yes, sir. But in order to make a reservation for 24 people in February next year, you need to call back on Monday morning because you need. Why? You need to speak with my reservations team and booking because. But it's okay. I only need basically I need only 3 rooms. No, I understand, sir. Absolutely. But only 3 with 2 beds. It's okay. We all lie together on the floor or something. It doesn't matter. So I just book 2 rooms. I understand. I'll book. For me, my name is Tom Monitor. Yes, sir. But if you could please, with regards to the reservation for the restaurant in February next year, you need to. Yeah, forget about the restaurant. We can book restaurant later. Okay, great. So we just go ahead and make the reservation for the room. Yeah. Just 2 rooms. It's okay. We can fix it. It doesn't matter. No, of course. So okay, so you put we can all be it's all or we can use 2 rooms for all people. Yes, sir. So it's okay. How many are you? We lie on floor. It doesn't matter. We can only have two persons in each room, sir. No, it's okay. We can do it. We can lie on floor. It's okay. In our we are used to lie on floor. We can do it. Okay. So it's 2 rooms. What's your name, sir? My name Tong. Tong. You have free Wi-Fi inside restaurant where we keep our birthday party. Yes, sir. Okay, that's great. Do you have an email address that we can have your? No, I'm sorry, I don't have email. Yeah, well, I need a credit card for insurance of the room. Oh, okay. Before I book it, you need insurance now. Yeah, I need in order for me to guarantee. But I can pay. I pay cash. It's no problem. You make a book for me, Tong Monitor, 2 room, 24 people, inside restaurant, birthday party, and I will pay for everything. So I can't make a reservation for 24 people, so in that order I need to connect you with a restaurant team to make. Because Why? Why is everything a problem for you? No, sorry. It's not a problem. It's just that we need to go ahead and see some. Don't have a number. No, you tell me you can't do it. You can't do this. You can't do it. I pay for it. It's no problem. In order to. Is it because I'm from a different country? Of course not, sir. Because. Then why don't you don't want my business? Of course, sir. But if we. Then what do you want us to do? I don't need you to do anything. I need you to call back on Monday. Do you want me to come down now? No, you don't need to come now, sir. Okay, so we have arrangement. Did you book room? Tom Monitor. I will book the rooms. Yes. But they are not guaranteed. Obviously you don't want my business. I take business elsewhere. No, you don't need to do this. I'll make this. Yes, it's no problem for me. I can take business to another hotel. Since you don't want my business, it's no problem. We already are in the progress of making business. I just wanted to let you know that I think it's obvious you don't want my business. You tell me it's a problem. It's a problem. It's a problem. Make a reservation for a restaurant. It's a problem to make a reservation for a hotel. I take business elsewhere. Okay. Thank you for nothing. Thank you, sir. Thank you. Tong Monitor búinn þennan föstu daginn og þetta sennilega síðasti tongin. Þið erum hlusta hér á 2 ára afmæli FM 95 Blö. Og þetta var Pétur Jóhann í S-inu sínu. En ég ætla að spyrja þig, Egill, hvað var fyrsta lagið sem spilaðum í FM 95 Blö? Rain Over Me. Pitbull og Mark Anthony með Rain Over Me. Er það bara ég eða er Pitbull bladran sprungin? Það sem var helviti góður. Ok. Það er gaman ámlega fyrir sveppa að hlusta á þetta lag því að Pitbull segir í laginu 40's the new 30's and baby you're a rockstar. Gotta hand over híða, læra henda over óiða. Hann kann textkallið með textan maður. Það er eitthvað sem hún montaði ekki af sko. 40 er hér nýja 30, þú ert rockstjarna, njóttu lífsins, er hann að segja við því sveppi. Já, það er sem að segja við þig sko. Pitbull að tala um mig. Hvað segir þau? Já, þú veist, við fólk sem er svona að fara að síga á seinni hluta, já. Síga á seinni hlutan? Takk, Hjöppi segir Jón Gunnar Geirdal sem er 51 ás. Hvað segir þau hérna? Sko, Blöð, það sem er að gerast núna er að nú þátturinn að enda, við ætlum að enda þetta í partí. Það sem er að fara að gerast er nákvæmlega það, ég er að fara að stuðlaði mitt, það er sem er að fara að gerast. Það sem er að gerast eftir það er,
að þú lagið á leiðinni heim F95 blöðlagið að sjálfsögðu 2 ára afmæli, þú endar á því en áður þú endar á því þá ert þú að fara að henda á áður en ég segi þér push it. Veitu hvað, bara push it. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Já, því miður hann hérna, DJ Muscle Boy. Hvað stuðlagið í dag, Egill? Ekki sama rugl og síðast maður. Þetta lag verður í Sjallanum á morgun, það bara þannig, það bara nákvæmlega þannig. En Blondale, við tökum enga sénsa í dag, 2 ára afmæli, við hendum okkur beint í King Jan Christiansen, sem born in Husum/Holstein, Germany að sjálfsögðu. Hvar fættist hann? Germany, Husum/Holstein. Ok. Hún fættist í Breiðholtinu, hann fættist í Husum/Holstein. Hann fættur í Schleswig-Holstein. Hvað á ég að skrifa? Hvað heitir þetta lag? Skrifaðu, miklu mestari, John Wayne. Það kemur bara eitthvað kúrakastjarna hérna. John Wayne, ekki vera a turd, Blondale. John Wayne. Hérna, ok, og hvað heitir lagi? Segðu hana Total, aðeins niðar hana? Total Eclipse of the Heart? Já, við tökum ekki séns að hann búinn að eyðileggja það? Hann búinn að eyðileggja það, Geggja lag með Bonnie Tyler, sko. Hann gerði þetta, Bonnie Tyler er búinn að hringi í hann, byrði hann bara og þakka hann fyrir, sko. Það er nákvæmlega þannig. Þetta var fínt. Ertu komin í gírinn fyrir grillmarkaðin? Já, ég reynda kemst ekki í kvöld. Var ég búinn að segja það? Spilaði mínútu. Ágætt, voru gaman á grillmarkaðin. Já, það er ekkert mál, sko. En þetta var gott stuðlag, Gil. Hann spilaði mínútu. Það er ennþá einn undir. Já, menn það vita allir hvað þetta snýr. Þessi parturinn núna, sko. Þú segir þetta alltaf. Nei, núna besti partur. Þetta er millipartur. Hvað, eins og það er að leika sem er felgur? Leika sem er felgur? Er þetta ekki saman hljómað? Þetta er í öllum lögum. Blöðhúb, það er ekki að enda þetta á F95 blöðlæðinu. Já, verður ekki að gera það. Veistu hver er uppáhaldspartur minn með blöðlæðinu? Það er harðir því ég öskar það. Nei, það er með mistaranum Sveppa. Hvaða bandur? Þegar hann segir hérna með bíómiðana. Gefa bíómiða. Gefum bíómiða. Það er mjög vel gert. Já, sko, þú veist, af því að ég hef verið í tónlist lengi og það veit hvernig tónlist virkar. Fyrst þegar ég heyrði lagið, þá fannst mér það eini svona parturinn sem að gaf mér eitthvað. Okay, þetta er snildar partur sem hann er þetta með. Hann er ekki að höndla tónlistabransin í 1 mínútu, Hjöppi, ég lofa því. Jú, ég er til dæmis að syngja á auglýsingu í dag. Sportarlegt.com. Hvaða íþróttabúðir borguðu? Ég veit ekki hvernig ég á að taka þessu. Nei, ég veit ekki hvort það sé að hrósa þér eða drull lifi. Það var geggjað, mér finnst þetta með bíómiðana. Það finnst mér besti parturinn á laginu, mitt persónulega maður. Já, nú ætla ég að lækka í þessum vitleysingum hérna. Það er komið að lokum í þessu 2 ára afmæli. Ég vil þakka kærlega fyrir hlustununa í síðustu 2 ár. FM95 Blöð hættir núna sem daglegur útvarpsþáttur, en við verðum nú með eitthvað grín hérna á föstudögum. Þannig við erum nú ekki alveg farnir, en takk æðislega fyrir hann en að hafa fylgst með okkur, já, allan þennan tíma. Og ég held að sé bara við hæfi að enda þetta á laginu sem að byrjaði alla veisluna. Yeah, Rebenui in the cream house. Hækkaðu! 95 Blöð lagið Hjörvar, Egill, Sveppi, Jón Gunnar, Björn Bragi, Sóli Hólm, Pétur Jóhann. Takk aðeinslega fyrir aðstofuna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Sigurgeirsdóttir rekur tískuvefinn tíska.is en vonur hennar fyrstu tískubók fyrir jólin. Hrekkjavakan fer fram helgina og munu förnafræðingar NN Makeup School sína ókveikjandi hugmyndir. Ásta S. Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Dr. Bra í London, segir frá íslenskum vísindum á bakvið snyrtivörunar. Nærfatalína fótboltakappans Cristiano Ronaldo komin til Íslands. Þetta og meira til í lífinu sem fylgir Fréttablaðinu í dag. Bátur mánaðarins á Subway ítalskur BMT og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa. Markaðsdagar 1. og 2. nóvember. Geggjuð tilboð í gangi á Nike, Kraft og Brooks. TRI, Suðurlandsbraut 32. Einn flottasti leikur ársins komin í verslanir.
Assassin's Creed 4 Black Flag. Njóttu þess að versla í 10.11 í nóvember. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Lagersala í Leifból og Birnu, Ármúla 21. Opið núna. Öll dagskráin á Airwaves, upplýsingar flytjendur, lagalistar, þín eigin dagskrá og margt fleira í Airwaves appinu frá Símanum. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Túborg jólabjörinn lendir á English Pub föstudaginn 1. nóvember kl. 20:59. Lúðrasveit og karlakór mætir á svæðið og lifandi tónlist fram eftir nótu. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Harry Potter, eitt stærsta ævintýri síðari ára. Alla föstudag á Stöð 2 í nóvember. Notalegar fjölskyldustundir í sófanum heima. Harry Potter and the Philosopher's Stone í kvöld kl. 21. Stöð 2, margfald skemmtileg. FM 95 Blö á FM 957. Vertu í sterkara sambandi með Iceland Airwaves appinu. Síminn. Topp tónlistarstöðin FM